Það mikið að vera í Selfossbíó núna helgina og sunnlenskir kvikmyndadagar og hann Axel hjá bíónu á línunni hjá mér. Góðan og blessaðan daginn. Heil og sæl. Við erum að tala sunnlenska kvikmyndadaga. Er þetta eitthvað sem þið hefur gert áður? Nei, við höfum ekki tekið þetta fyrir áður sko. Þetta nýtt. Þetta á vegum SARS og Sveitafélaginu Árborg. Já. Þetta mjög skemmtilegt verkefni þar sem við erum að fara yfir fullt af myndum eftir sunnlenska kvikmyndagerðarmenn. Já, mjög svo áhugavert líka. Já, mjög skemmtilegt og fullt af myndum sem alveg mjög skemmtilegar. Það voru 3 myndir sýndar í gær og 3 í dag og 3 morgun. Hvað er eftir? Við eigum eftir Laufaleitir heitir hún, svo Heimsmethafinn í Vitanum, svo Víkingó, Útlendingurinn heima, Meistari Tarnús og Hús og svo Mánar í höllinni. Þetta myndina sem eftir eru sko. Sem sagt Laufaleitir sýndi í dag. Já. Klukkan 17:30. Já. Heimsmethafinn í Vitanum klukkan 19 og svo Víkingó klukkan 20. Já. Er þetta allt myndir sem eru sýndar í sal 1 eða hvernig er það? Þetta er sýnd í sal 2. Já. Þetta er sýnd í sal 2. Og hvernig er að vildast fyrir fólk að nálgast með það? Er betra að mæta bara beint á staðinn eða? Já, nema það þarf ekki að borga neitt sko. Já, ok. Það er bara svo auðvelt sko. En svona fyrir þá sem að vilja tryggja sér með það, er hægt að koma eitthvað fyrirfram? Já, það er bara hægt að fara út í bíó og sækja sér með það bara. Svo einfalt er það? Svo einfalt er það. En þið eru með, það er fleiri frumsýningar hjá okkur á myndum líka núna og ég með tók eftir því ég fór að kíkja nú síðan hjá okkur að það er íslensk mynd sem var frumsýnd í gær. Já, hún er frumsýnd í dag. Hún er frumsýnd í dag, já. Já, Þrestir er frumsýnd núna í dag, 17:40. Hún er eftir hann, hvað heitir hann aftur, sem að gerði, Rúnar Rúnarsson. Rúnar Rúnarsson heitir hann, já. Það er alveg út mér, hann gerði Eldfjall myndina. Já. Og búin að gera fleiri myndir. Svo erum við að frumsýna Pétur Pan og Crimson Peak sem er hryllingsmynd. Þannig það er nú smá svona munur þar á? Smá munur. Þeim tveimur? Já, hryllingur. Já. Þetta þarf að vera allt í bland, sko. En það eru fleiri myndir líka í sýningum hjá okkur og er eitthvað misjöfn með vantarlega sýningatíma og annað slíkt? Já, það er náttúrulega eins og sýningarnar eru margar. Þá erum við að sýna Klám 2. Já. Það er að frábær skemmtun og svo er lokasýningin á Everest 21. október kl. 19:40. Já, svona fyrir það sem hafa ekki náð að sjá hana. Það er lokasýningin og við ætlum ekki að taka fleiri. Þannig að þeir sem ætlar að sjá hana verða að drífa sig og sjá þetta meistara. Við erum að tala ég var að mynda að detta hans inn á sýningatímana inn á bíónu. Ég sé að Hotel Transylvania, er hún þá í síðustu sýningum hvað það núna helgina eða hvað? Hún heldur aðeins áfram inn í nóvember. Já. Og Pétur Pan, það koma náttúrulega ekki nýja myndir fyrir í nóvember. Þannig að þetta eru hvað, 7-8 myndir sem eru í sýningu núna í bíónu? Já, þetta eru 7 myndir. Það er sletti. Það er nefnilega ákvæður frættir og allt frábæra myndir. Já, alveg rosalega frátta myndir, ég sé það. Já, og hlakka til að sjá Þresti, við ætlum að kíkja á hana á morgun, þannig 17:40 á morgun líka, 8 á mánudaginn og 17:40 á miðvikudaginn. Ég hvet fólk til að koma og skoða í frábæra bíómyndir. Alveg klárlega. Já, þetta er frábært að skrá, náttúrulega við sal 2. Ég vona líka bara að þetta verkefni sé bara komið til að vera. Já, ég er til að skoða þetta alltaf. Mér finnst þetta alveg frábært og gaman að þetta sjá alla þá menningarviðburði sem eru búin að vera í gangi hérna núna síðustu dagana. Nákvæmlega, menningarmánuðin október náttúrulega fullu núna. Já. En já, ég hvet fólk til þess að kíkja í bíó hjá okkur helgina og skoða þessar myndir og einmitt kíkja á íslensku myndina sem eru að koma núna, Þrestir. Glæsilegt, þetta er bara, ég hvet allar til að koma að skoða. Gaman að heyra í þér, Axel, og við fáum að halda áfram að fylgjast með ykkur í bíóinu. Já, takk. Alltaf fína, bless. Já, bye bye.